Góða kvöldið í dundrandi veðurblíðu á Akranesvelli á IA TV í samstarfi við Omnis. Í gegnum glugga? Í gegnum glugga, já það er, ég sé fólk hérna í stuppuxum út allan völl og hérna það er bara besta veður á landinu sennilega núna hér. Örn Arnarsson heiti ég, ætla að lýsa þessu leik ásamt Birni Þór Björnsssyni. Sæll. Sæll og blessaður. Hörðu, það er alvöru leikur í vændum, eða hvað? Já, svo sannarlega. Þetta náttúrulega nú er fyrri umferðin að klárast, þannig að já, ég myndi segja það. Þetta verður mikilvæg leikur og þá sérstaklega fyrir Skagamenn sem að tapa síðustu 2 leikjum og þeir þurfa nú að koma sér aftur á vinningsbraut. Já, og sérstaklega eftir mikil vonbrigði í Ólafsvík, eftir mjög slakan leik þar. Akkurat, það verður mjög gaman og forvitinlegt að sjá hérna hvernig þeir bregðast við í 3 breytingar á byrjunliðinu síðan þá. Hver er það? Það er Einar Logi sem kemur inn og Arnar Már og Ólafur Valur. Þeir koma inn í byrjunliðið á kostnað Þórðar Þorsteins, Ragnars Leóssonar og Viktors Helga. Það sýndi sig held ég í síðasta leik hversu mikilvægur Arnar Már getur verið í svona baráttu leik þar sem já, var svona mikið um svona líkamlega akkurat snýri svolítið það og á móti Víking Ólafsvík sem eru maður getur ekki slaka á móti þeim. Já, nákvæmlega. Og hérna það vantaði kannski svolítið mann eins og Arnar Már þá inn á miðjuna. Já, staðan í deildinni gefur nú svo sem til kynna að svona fyrirfram myndum við halda að IA ætti vísan sigurinn en við sáum það nú í gær svo sem hérna á IA TV þar sem að Kári í toppbaráttu í annarri deild spilaði liði í 3. næsta sæti eins og er að fara að gerast hérna í kvöld að Víðismenn sem að voru og eru í 3. næsta sæti í annarri deildinni stóðu virkilega í Káramönnum og áttu í rauninni miklu meira skilið heldur en tap úr þeim leik. Já, algjörlega og hérna ég held reyndar sko að Selfossliðið sem er í 10. sæti með 8 stig sé það lið sem í raun og veru já, það er svolítið svona það er sjónkörfing sko að hérna út af því að þetta er ágætlega manna lið Selfossliðið og hafa þeir eiga að geta þetta sko að hífa sig herra upp í töfluna þannig að ég myndi fara varlega í að skoða töfluna varandi þennan leik þó vissulega þetta er búið að vera vonbrigða tímabil fyrir Selfoss. Ég held að þeir hafa ætlað sér mikið stærri hluti. Já, ég held að flestir hafi búist við þeim miklu ofar en þetta að vera í einhverju í rauninni fallströggli. Þeir eru 2 stigum frá botninum. Já, og síðan búið að vera einhver svona skrítin atvik Spánverjinn sem skipti sér út af og var sendur heim og ég veit þetta náttúrulega hefur kannski ekki brálaðslega góð mórals áhrif að menn séu að yfirgefa félagi eftir nokkra leiki að skipta sér út af og einhverju núna. Já, akkurat, við erum að tala um Selfossliðið og þá er svona okkar lykil maður Selfossliðsins Kristófer Páll Viðarsson sem við sjáum hérna nokkrar upplýsingar Nú myndir margir mótmála náttúrulega Stefán Logi sem kom fyrir tímabilið frá KR maður sem á landsleiki en þessi lið spiluðu náttúrulega eru búin að spila eitt leik í sumar það var í bikarkeppninni og þar í þeim leik var Kristófer þeirra sprækasti maður alveg klálega í 4-1 sigri Skagamanna en þetta er strákur sem að spilaði sem fyrsta meistaraflokksleik 15 ára með leikni á Fáskrúðsfirði en hefur í rauninni síðan ekki náð nema 2 heilum tímabil, hann hefur verið mikið meiddur sem er synd út af þetta er mjög góð leikmaður og hefði hann er 21 og sem búin að spila 93 leiki í meistaraflokki þrátt fyrir öll þessi meiðsli og hann virkilega sprækur strákur búin að skora 36 mörk í þessum 93 leikjum og þar af 4 á þessu ári í 11 leikjum. Já, hann er búinn að sprækur fyrir Selfoss á þessu tímabili og þetta er svona leikmaður sem þetta er svona, já, leikmaður sem ég held allan að ég eftir að ná langt. Þetta er svona klassískur leikmaður sem kannski meiðslin hrjá hann og hann verður aðeins eftir í innkassodeildinni og síðan fyrir hann held ég að stíga upp ef hann er að halda sér stöðum. Ef hann er að halda sér heilum og það stefnir í það, ég meina hann er búinn að spila alla 9 leiki Selfoss í deildinni í sumar
og ég vissum að verði voða glaður að sjá að ég valdi mynda á honum í leiknistreyjunni en engu að síður það sem við metum lykilmaður Skagamanna, þeirra besti maður hingað til í sumar, ekki óhætt að segja að það sé Steinar Þorsteinsson? Jú, og þetta eru líka mjög sambærilegir leikmenn. Já. Þetta eru menn, þeir eru kannski, maður líkir þeim ekki saman við Goliat. Þetta eru meiri menn sem eru snöggir og þeir komast á ferðina, þá er rosalega erfitt að eiga við á. Já, báðir fæddir 97? Já, báðir fæddir 97 og þetta er svolítið líklega leikmenn sem við erum að velja þarna í þetta. Já, og við erum að velja sóknarþengjandi menn, það er gaman að horfa á það. Já. Hann er búinn að vera, maður sér líka bara ef þú rýnir í þessa tölfræði hjá honum að hann er að springa út á þessu tímabili. Hann er 11 af 16 mörkum í meistaraflokki er hann búinn að skora á þessu tímabili. Og Skagamenn hafa náttúrulega vita lengi af Steinari Þorsteinsinni þó kannski að hann er kannski meira umræðinni núna hjá öðrum liðum en ég held að Skagamenn hafa alveg vita hvað býr í þessum dreng en núna er það klárlega að gerast að hann er að taka skrefið að bara verða góður leikmaður. Já, hann er ekki hættur að vera efnilegu leikmaður, núna er hann bara orðin frekar stöðugur í sínum leik og hann skilar mörgum. Já. Og eins og hvað, einhver 11 mörk í 13 leikum á þessu ári. Og þar að 5 í deildinni? 5 í deildinni og hann var náttúrulega lengi vel eini maður sem skoraði fyrir í fyrstu umferðunum í þessum 1-0 sigrum. Og líka svona kannski mikilvægt að eins og í leik eins og gengur ekkert í leiknum í síðasta móti Ólafsvík, Víking Ólafsvík, þá skorar hann þetta eina mark. Já, og gaf hann má líflínu. Já, ég segja, þegar maður er komið með smá svona stöðuleika í leiksinn, þó svo má kannski ekki kannski bestu leikina alltaf þá getur maður gert þetta. Akkurat. Það kannski orðið tímabært að renna yfir byrjunarliðin og leikmannahópana hjá Skagamönnum er í markinu sem fyrr Árni Snær Ólafsson nr. 12. Aðri leikmenn eru Hörður Ingi Gunnarsson nr. 2, nr. 4 Arnór Snær Guðmundsson, nr. 5 Einar Logi Einarsson, nr. 6 Albert Hafsteinsson, nr. 11 Arnar Már Guðjónsson, nr. 14 Ólafur Valur Valdimarsson, nr. 15 Hafþór Pétursson, nr. 18 Stefán Teitur Þórðarsson, nr. 19 Bjarki Steinn Bjarkason sem er aldeilis búinn að gera negla sig í byrjunarliði. Og er svo leikmaður sem er komið manni mest óvart og það er bara ótrúlegt að leikmaður sem er 18 ára sé svona tilbúin. Ég sá hann spila í vetur og þar á leiðandi kemur þetta mér í rauninni ekki óvart. Hann er gríðarlega áræðinn og er sóknarþengjandi. Þetta er svona einn af þessum mönnum, hann fær boltan, hann horfir beint fram. Já, en ég er sammála því, en síðan sá ég hann spila móti Val hins vegar í Lengjubikarnum, þar sem er sterkara lið. Hann týndist algjörlega í þeim leik og þá hafði ég áhyggjur að hann er kannski ekki tilbúin eitthvað, en hann hefur sýnt annað í sumar. Já, síðan númer 22 títtnefndur Steinar Þorsteinsson á bekknum hjá IA er varamarkmaður nr. 1 Skarphéðinn Magnússon, aðrir nr. 7 Þóruð Þorsteinn Þórðarsson, nr. 10 Ragnar Leósson, nr. 13 Birgir Steinn Ellingsen, nr. 16 Viktor Helgi Benediktsson, nr. 20 Alexander Már Þorláksson komin inn í hópinn aftur og nr. 26 Hilmar Halldórsson, þjálfari að sjálfsögðu Jóhannes Karl og aðstoðarþjálfari hans Sigurður Jónsson. Selfossliðið er þannig skipað í dag að markvörður er nr. 1 Stefán Logi Magnússon. Aðri leikmenn eru nr. 2 Guðmundur Axel Hilmarsson, nr. 7 Svavar Berg Jóhannsson, nr. 8 Ívan Martínez Gutierrez, nr. 10 Ingi Rafn Ingibergsson, nr. 11 Þorsteinn Daniel Þorsteinsson, nr. 12 Magnús Ingi Einarsson, nr. 20 Bjarki Leósson, nr. 21 Stefán Ragnar Guðlaugsson fyrirliði, nr. 22 Kristófur Páll Viðarsson og nr. 24 Kenan Turudía. Varamenn hjá Selfossi eru nr. 3 Gylfi Dagur Leifsson, nr. 4 Jökull Hermannsson, nr. 9 Gils Daniel Mbang Ondo komin á bekkin, nr. 17 Guðmundur Aðarsteinn Sveinsson, nr. 18 Arnar Logi Sveinsson, nr. 19 Þormar Elvason og nr. 32 varamarkmaðurinn Pétur Logi Pétursson. Töluvert eldra byrjunlið hjá Selfyssingum að meðaltali. Stefán Logi rífið það líklega aðeins upp. Já. En síðan ég var samt að velta fyrir mér, menn hafa nú vantarlega búist, ég veit ekki, ég náttúrulega ekki séð alla leiki hjá Selfossi á þessi tímabili, hann er kannski ósanngjarnt að segja þetta, en menn hljóta að hafa búist meiru af Stefáni Loga sem er bara fyrir utan neðstu 2 liðin bara búin að fá flest held ég mörk á sig sko.
hann búinn að fá allan að hann fekk 5 mörk á sig í síðasta leik, hann fekk 4 mörk á sig á móti Skaganum og hann fekk 5 mörk á sig á móti Haugum. Já, þetta eflaust ekki það sem menn vonuðust eftir þegar hann. Nei, og það sem gerist, þetta hlýtur að hafa verið svekkjandi fyrir Selfoss í síðasta leiki, mæta Þór á heimavelli 2-0 yfir allt þangað til á 63. mínútu. Já. Og þá missa þeir leikinir 4-2 á einhverju korteri og þetta höfum við séð gerast áður í sumar að þegar 1 marki komið á þá er stutt í næstu. Við til dæmis Skami skoruðu nú bara 2 mörk á fyrstu 5 mínútunum á móti með bikarnum. Akkurat. Og þetta er kannski ekki, og síðan gerist það líka þegar þeir töpuðu 5-3 á móti Haugum, þá skoruðu Haukar 4 mörk frá 20. til 43. Akkurat. Þannig að ég veit ekki, þegar þeir fá mörk á sig þá er stutt í næsta oft sko. Já. Herðu, dómari í dag er Einar Ingi Jóhansson, hann leiðir hér leikmenn út á völlin. Honum til aðstofar Kristján Már Ólafs og Óli Njáll Ingólfsson. En síðan er líka eitt að við segjum að Ondo er komin á bekkinn, hann lítur líka að vera hann, ég veit ekki hvað hann er búinn að skila 1 marki í sumar. Já, hann skoraði hann einmitt í bikarleiknum. Ég ætla ekki að vera óvæginn, en hann var bara ekki neinu standi þegar hann mætti Skaganum í bikarleik í byrjun sumars. Algjörlega. Hann var bara ekki, þetta var eiginlega ekki boðalegt sko. Og hann er komin á bekkinn og þeir eru búin að fjárfesta í Rovik Tokic. Fyrrum Olsara og sem spilaði nú með Breiðablik, náðu nú aldrei að festa sig almennilega kannski sér þar. En Tokic í inkasso er bara rosaleg fjárfesting. Já, ég held að við sínt sig að hann var kannski ekki nógu góður fyrir Pepsi-deildina mögulega, en hann var aldeilis búinn að sína það, eða allavega ekki fyrir topplið í Pepsi-deildin skulle ég segja, en hann virkaði hjá Ólsurum. Já, en það er nú rosalega margir sem Eyjúb hefur látið líta vel út inn á vellinu. Hann nær einhvern veginn að kreista það besta úr öllum finnst manni sko. Hann er oft þegar þessi strákar fara úr Ólafsvík þá fyrir aðeins að hallunda fæti hjá þeim í spilamennskunni. Þannig að Eyjúb er náttúrulega rosalega góður þjálfari. Hann er það og hefur sýnt að ég rauninni bara ansi víða. Bæði þegar hann var fyrir austan og síðan allan hennar tíma í Ólafsvík er eina skipti sem hann kannski náði ekki að festa sig í sessi var þegar hann var með Val. Já, en það var samt svolítið erfiðar aðstæður, alveg klálega. Var ekki með Hjörvar Hafliðason í markinu þá? Já, gott ef ekki. Ég held að. Herðu, þá er þetta allt að vera klárt, leikmenn að svona stappa stálinu hvor í annan. Já, og ég er ekki frá því að Selfyssingar byrja með boltan. Ég vil bara hvetja Skagamenn til þess að fara að mæta völlin, það er nú ekki góð bænding. Nei, það er full fátt í stúkunni, örlítið meira í brekkunni eins og oft gerist á svona góðveri stegi. Já, en ég var til þess að meiri segja mikið fleiri í pöllunum. Já, ég er sammála því og ef að einhver er að horfa sem að situr heim í stofu og ætla að nýta sér okkar þjónustu, þetta Guð bless ykkur, en að sjálfsögðu hvetjum við fólk til að mæta á völlin og þetta er að fara að renna af stað. Selfyssingar byrja með boltan Já, þarna er Stefán aðeins og bráður á sér. Aðeins og bráður, já. En líka gott, ágætt að nefna að það er nú gaman að sjá að Óli Valur er að starta sin fyrsta leik síðan á móti Leikni í fyrstu umferð. Já. Hann var nú mjög góður á undirbúinstímabilinu, hann er náttúrulega bara mjög góður leikmaður. Já, já. En það er og í þessari stöðu sem að hann hefur verið að spila hérna í rauninu hólunni fyrir aftan Stefán Teit. Já. Höllin fyrir framan hann! En þá er bara innkast hérna ofalega á vellinum strax sem að Selfyssingar eiga og það er langt. Arnar Már skallar þetta frá aftur inn á teginn en þetta siglir hættulaust aftur fyrir
Skagamenn í sínu svona hefðbundna leikkerfi. Eða hvað? Svona akkurat núna þá Arnór Snær úti hægra megin. Það kannski á að miða útsparkið á hann, ég nú ekki viss það. Og Hafþór í miðvarðarstöðunni. Árni með langa spyrnu. Það skalla frá, það Túrutía, Bjarkisteinn. Fær hann hérna, tekur hann niður. Það brotið. Það Magnús Ingi sem brýtur á. Já, og þetta tekið snöggt. Hörður kominn hérna inn á vítateiginn. Nær hann þessu fyrir, hann gerir það. En ná var hreinsetta frá, ekki lengra en á Albert Hafsteinsson. Albert snýr tilbaka, kemur þessu á Bjarka. Og það aftur Magnús sem kemur þessu frá. Albert. Nei, hann missir hann út fyrir. Völlurinn búinn að þurfa að þola mikla rigningar eins og svo sem að suðvesturhornið. Já. Allt. En aðeins búinn að fá pásu síðustu daga. Það var nokkur veginn þurrt í gær og þurrt í dag og já. Og allavega það var tveir síðustu leikir hjá meistaraflokki kvenna að verið færðir inn í höll út af vallarastæðum. Árni Kristófur kominn með boltan út af kanti. Átti sitt klálega besta tímabil með Leikni 2000 langt. Árnir í vandræði með þetta. Hann ætlaði nú að grípa hann held ég uppálega en þessi fyrir horn. Hann átti sennilega sitt besta tímabil 2016 þarna þegar að Leiknismenn björguðu sér og héldu sér í fyrstu deildinni. Þessum besta leik á móti Jóakalla. Hann var með HK hérna í síðasta leik. Þeir heldur sér uppi. Undraverðan hátt. Kemur hótspyrnan, Einar Logi skallar hann frá. Þeir halda þessu á lífi. Kristófer upp í hotnið. Þorsteinn mista nú langt frá sér hérna. Steinar nær þess ekki. Svavar Berg kemur tilbaka á Stefán Loga. Og Stefán með langan. Hann of langur þessi. Beint á hotna. Hafþór út! Hafþór með langan fram. En það augljóst að Hafþór að spila miðvarðarstöðuna og Arnór Snær úti hægra megin. Það áhugavert. Já, og óvenjulegt. Við höfum nú ekki séð þetta gerast oft. Það nú vanalega eins og Hafþór byrjaði náttúrulega sumar í hægri bakverði og hefur spilað það áður þá stöðu. Skagamenn gengur erfilega svo sem að ná upp miklu spili. Stefán Ragnar, nafnið hans Stefán Teitur, hann miskilningur en þeir ná að redda þessu. Þannig eru allir hérna Steinar hefur rámstað. Hann beið að sjá hvað hann ætla að gera. Þetta alveg rétt. Já, þetta var alveg hárrétt. Stefán með langan bolta. Það nú ekki mikill vindur. En sá sem hann nánast beint á markið í fyrrháleik. Ég var nú bara til að sjá hérna fyrstu 5 mínúturnar sko hversu marga sendingar hafa gengið milli manna. Þetta svolítið mikið bara. Árni færi að koma hérna út úr teignum. Setur hann fram í áttina Stefáni. Það skalla frá Guðmundi Axeli. Albert nær ekki nógu góðu valdaboltan en Túrutía. Fær hann aftur. Vel gert í Alberti. Já.
Já, hann saknaði, ég held að það hefur nú enginn saknað Arnars Más eins mikið og Albert í þessum leik í Ólafsvík daginn. Nei. Því að það er ekkit öfundsvert hlutverk að ætla að taka við hlutverki Arnars Más í þessari vinnusemi sem að hann hefur fram að færa. Hann er náttúrulega rosalega duglegur inn á vellinum. Stefán Ragnar með aukaspyrnu á heimallahelmingi yfir hérna í áttina Inga Rafni og finnur hann, en Óli Valur vinnur á honum boltan. Arnór kastar bara tilbaka á Árna Snæ. Hafþór aftur tilbaka, þetta er hættulegur leikur. Kristófer pressaði þarna stíft á hann. Já, þetta var svolítið hættulegt. Þá kemur Óli Valur sem nú að spila úti hægra megin. Þetta er nánast 3 hafsenda kerfi í rauninni. Stefán Teitur dæmdur rángstæður. En svona þegar að við sækjum þá er Hörður Ingi farinn, en þeir sitja 3 eftir Arnór, Einar og Hafþór. Óli Valur sér hægri vænginn. Arnór er ekkert að fara fram eins og bakvörður. Nei, og Hörður er náttúrulega hefur bara í allt sumar verið að spila frekar fram, fengið að hlaupa mjög grimt upp kantinn. Það eru stundu gerst að Raggi hefur dottið niður í bakvörðin meðan Hörður farið upp sko. Þannig að Jói vill klárlega nýta Hörð sóknarlega. Já. Enda töluverið ógnun í honum, sóknar bakvörður, vinstri bakvörður, alveg fastur í vinstri bakvörðarstöðinni þráttur að hann sé rétt fættur. Já, hann er bara, hann vill bara vera þar. Þetta dettur niður á teginn. En það er enginn sem kemst í hann bolta einhvern veginn, þannig að hann Magnús Ingi var næst í, en maður sá það á ÍA-liðinu þegar þeir lentu undir í Ólafsvík hversu í rauninni fljótir þeir urðu að vera óþolinmóðir. Já, þeir hafa náttúrulega ekki lent oft undir í sumar. Nei, það er hérna, þeir eru ekki alveg vanið því. En það er náttúrulega rosalega, ef maður lendir undir á móti hérna Víking Ólafsvík þá er rosalega erfitt að eiga við það. Það er það. Skæðin á þetta innkast, Ingi Rafn ekki alveg sammála því eins og gengur og gerist. Sjáum að Kristófer er pínu fljótandi hjá þeim Selfyssingum, ýmist út á kanti eða upp á topp. Hann fær mikið frjálsræðir. Arnar Már gerir vel, Steinar kom hérna tilbaka og sóttan Albert yfir á Hörð. Hörður finnur Bjarkastein sem að kemur reynir fyrirgjöf í varnamann út á Hörð. Hörður með hægri fyrir og Stefán var ekki vandrað með þetta. Þetta er fín sending samt sem áður. Aðeins og há fyrir Stefán Teit. Einar með aftur og langa spyrnu. Hann er ekki búinn að stilla sig af. Nei. Hörður með langan fram á Steinar. Guðmundur Axel hreinsar það frá. Trudía reynir að finna Kristófer en Arnór sér við því. Steinar gerir vel, Albert kemur honum á Hörð. Og við séð að Skagamönnum leiðist ekki að fara upp vinstra megin, einmitt það sem að Hörður er í sumar. Já, maður hefði nú búist við að Óli var í stöðunni sem Steinar er að spila í dag. Já, Steinar er hérna aðeins fyrir aftan Stefán Teit. Ég hallast að því að kalla þetta kerfi 3-5-2. Já, þeir eru sækja. Slakarspinn, en Hörður nær kannski að redda þessu. Nei, hann er því ekki. Þorsteinn Daniel með innkastið.
inn á Turudía. Þetta ágætlega að spila hjá Selfossi. Slæm snerting hann hjá Magnúsi. Steinar kemur á stað, missir hann Nóland frá sér. Já, ekki komið færi í leikinn ennþá. 11 mínútur liðnar. Eitt skot sem að Árni sló yfir. Já, það var svona, hann varla þetta kalla það færi, en marktilraun skulum við kalla það. Já. Og náttúrulega það er tilraun allavega. Þekkjandi aðstæður hér að þá í rauninni þó að sólinn sé sterk núna í augun á hérna Árna, að þá verður hún ennþá sterkari í seinni hálfleik. Já. Þannig að það er ákveðin skynsemi í því að enda hafa Skagamenn valið vallarhelming. Þannig að þykir Þorsteinn að stela á mörgum metrum. Stefán Logi núna með lægri bolta á styttri. Hörður tók það, Albert aftur á Hörð. Það er að reyna að halda boltanum aðeins. Já. Það Þóra á Albert. Aðeins að halda boltanum núna. Albert fer síðan á stað. Turudía vinnur á hann boltan hins vegar. Og þá Albert eftir hennan. Stefán þarf að reynsa þetta frá og Hafþór skallar hann tilbaka. Einar Logi kominn tilbaka eftir meiðsli. Já. Spilaði vel áður en hann meiddist. Já. Einar Logi fórna boltanum. Kaldur þarna. Já, já. Uppalinn sem miðjumaður náttúrulega, þannig að hann kann að höndla svona smá návíi. Það er svona töluvert svona jafnvægi í þessu leik enn sem komið bæði lið svona aðeins að bara þreifa fyrir sér. Já. Maður Stefán með langan bolta gera þetta svolítið. Árni fína spilni en Turudía er undir þessu. Arnar Már vinnur hann eins og þar. Guðmundur Axel. Þetta er ekki mikill fótbolti akkurat eins og er. Nei, maður óskar nú eftir aðeins herra skemmtanagildi. Já, þetta er svona í samræmi við veðurblíðina sko. Já. En hérna er ágætis. Nei. Ágætis möguleikar en ekki nýttir. En við erum í sólskinsskapi eins og venjulega. Já. Þetta er nú fyrsta útsendingin af útileik núna í tölverðan tíma hjá okkur. Já. Og er magnaður miðvikudagur hjá okkur í gær. Já, þar vantaði ekki mörkin. Nei, það vantaði þau alls ekki. 6-1 og 3-2 í fyrst inkassodeild kvenna í að sigraði Hamrana 6-1 og síðan vann Kári baráttu sigur á Víðigarði. En hér er aukaspyrna sem að þetta er fín aukaspyrna. Þetta er skalla frá af Turudía. Kristófer leggur hann hérna út á kantinn. Þorsteinn með slaka sendingu beint á Árna Snæ. Þarna vantaði ekki mikið upp á að Skagamenn næða. Það var flottu bolti inn í. En hvernig Skagamenn sem er búin að skora 17 mörk í síðan tveimur leikjum. Já. Og það er svona líka dálítið áhugavert af því að þær hafa ekki verið mjög duglega við að dreifa skorinu í sumar. Að þessi 6 mörk voru skoruð af 6 mismunandi leikmönnum. Já. Og og það var virkilega gaman að sjá það. En upptökur af
þeim leikjum eins og öðrum eru aðgengilegar á YouTube rásin okkar sem og á iatv.is sem við hvetjum að sjálfsögðu alla til þess að vera með í bókamerki. Fá lið sem við Skagamenn höfum mætt jafn oft held ég bara síðustu 10 ára Selfoss. Miðust einhvern veginn eru svolítið lent þannig að þeir hafa verið í efstu deildi að við erum þar og Já. Kannski að rugla með það, einhver tilfinning. Já. Við minnist þess einhvern tímann að þegar við vorum að fara upp þá hvort við vorum að vinna eða að gera jafntefli þá blés Dotti Þórður Þórðarsson til mikill að sóknar á móti Selfossi. Já. Menn áttu sig ekki alveg á því af hverju hann væri svona rosalega sóktjarfur. Já. Þá var hann bara ekki með á hreinu að hver stað hann var eitthvað að ruglast. Ég held að við værum undir. Já. Og en ég held sá að ruglingur hafa orðið til þess að við höfum skorað sko. Þannig að það var ánægilegt. Þetta var á þeim tíma að Kari Martin var að spila hérna. Ég hef kannski að fletta þessum leik upp eftir hvað það fór. Þetta er Þau verið 2011 líklega. Þá var náttúrulega Selfoss með ég veit nú ekki hvort að Viðar var nákvæmlega þá en Jón Daði Já, ég held ég viti hvaða leik þú ert að tala um. Jón Daði, þetta var 2-1 sigur. Gary Martin og Mark Donninger skoruðu mörkin. Já, og hvort öruglega bara í lokin sko. Ég held bara að það hafi bara verið sko stórsókn Skagamann og það var ekki alveg, það var eitthvað sem hann ruglaðist eitthvað. Já, við skulum sjá hvort við finnum þetta ekki hérna en þetta er ekki nógu gott. Hérna býtu nú við, hérna Steinar kominn á fýtt bolti á Steinari og Stefán og Bjarki með honum hérna. Tekst í annari til þá er hann Ég held að Bjarki hefur verið náttúrulega Bjarki nær boltanum eins og er Albert. Stefán komin út úr markinu, Albert hefur þurft að ná að skjóta hann strax. Bjarki snýr. Vel gert hjá Bjarka, þetta er hvað? Nei, hann missi bara boltan, það var ekki neitt. En þarna fóru Skagamenn illa með mjög góða stöðu. Já. Stefán hefði mátt koma með aðeins betri sendingu þarna á Bjarka. Já. En sóknin var svo sem fín. Ég hefði viljað sjá Albert skjóta þegar boltin barst út á hann. Stefán Logi var langt út í teig. Já, þetta var alveg kjörin staða til þess að setja eitt mark sko. En þessi lið hafa mæst 15 sinnum í sögunni og það er nú gaman að segja frá því að inn á Facebook síðan okkar erum við með þráð sem er tilengað þessum leik og með tenglum inn á hinnar þessar upplýsingar inn á ksi.is og úsli.net sem að hefði öllum gaman að því að kíkja á. Fyrsti leikurinn sem þessi lið spiluðu var 25. júlí 1973 í bikarkeppninni þar sem IA sigraði 3-2 en hér kemur aukaspyrna, hún er föst en rétt yfir en síðan lékuðu ekki aftur fyrir en 2009 ef að þetta árið 2011 ef að þetta er leikurinn sem að þú varst að ræða Þórður Þórðarsson er þjálfari Heimir Einarsson, bróðir Einars Loga fékk rautt spjald á 14. mínútu í þeim leik en Gary Martin kom í að yfir á 20. mínútu engin annar en Viðar Örn Kjartansson jafnaði metin fyrir Selfoss og Mark Donninger skoraði sigurmarki í uppbóta tíma þar sem að Jón Daði Böðvarsson fékk einnig rautt spjald í uppbóta tíma. Þetta var sögulegu leikur. Já, þetta ég mann rámar í hennan leik sko. Já. Og þetta er falleg sending, Bjarki kominn í hann hitt ekki boltan þarna. Það er gaman að velta sér upp úr sögunni. Ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta en þarna eru Skagamennir aðeins fannir að já, það er aðeins að lifna yfir þessu hjá Skagamennum. Þeir eru byrjar að sækja. Hafþór kemur út úr vörninni í Steinar. Hann á Albert að miskilningur milli þeirra að tvekja. Tvær flottar sóknir komnar 1000 tíma. Á síðasta tímabili þegar þessi lið mættust í inkasso deildinni að þá lauk, nei ekki í fyrra
síðast þegar þessi lið mættust í fyrstu deildinni var 2014, þá lauk báðum leikjunum með 1-0 sigri heimaliðsins. Það skiptist bara á. Já. Og síðast þegar þið mættust hér í fyrstu deildinni þá var það Garðar Bergmann Gunnlaugsson sem nú fjari góðu gamni í dag sem skoraði sigurmarkið. Bjarki, Sappi! Það með ekki aftur, Kristó verður fyrir undan! Kristó! Verður fyrir undan til! Óli næri sög! Fyrir undan til, já! Ingi kæri frekar inn! Hatsi outside! Þetta enn eitt langa engastið. Það bara dæmt á Selfoss. Og það Skamin fljótir að taka þetta. Hörður á Bjarka sem tekur á sprett. Gantinn fær Hörð þetta með sér. Sendir á hann og Hörður nær þessum bolta. Skýtur honum í Þorstein Daniel og boltinn fer í hornspyrnu. Steinar Þorsteinsson ætlar sér að taka. Ná, ekki leiðilegt eða Skamin myndi nú bara skora þessari hornspyrnu. Fýtt bolti inn í. Stefán er að slá þannan í burtu. Og þá var það Bjarki sendir á Albert og hann niður á Hörð. Þá er Steinar komið með boltan aftur, reynir fyrirgjöf, hann först, þetta er flottur bolti! En Stefán varði þarna vel, þetta var fýtt snúningur hjá Stefáni Teit. En Stefán var vakandi í markinu og varði þetta ágætlega. Og þá er það enn og aftur Skagamenn sem er að sendingu inn í teig, hún er of löng, en Steinar eldir þennan og nær honum. Hörður á Steinar á Bjarka sem nær ekki góðu touchið þarna og já, meira líf í Skagamönnum núna, fannir að gera sér líklega. Já, algjörlega hér, þannig að þeir verða að fara að nýta sér þessi færi sem hafa skapast hér. Hálfleikur rétt rúmlega hálfnaður. Þú vantar ennþá mark. Arnór skallar þetta frá. Steinar stingur inn á Stefán Teit. Þetta er frábær sending. Hann er einn á móti nafna sínum í markinu, kemst fram hjá honum en hann þrengir færið. Og Stefán Logi nær að bjarga þessu. Óheppinn þarna með snertinguna framhjá. En algjörlega frábær sending inn fyrir. Já. Þetta, núna getum við sagt að markið liggi í loftinu. Já, það liggur í loftinu og eins og ég segi, maður verður að nýta sér það meðan sóknin er svona og það er ekki sjálfgefið að hún verður svona allan leikinn. Nei. En momentið svona, það er svona með okkur. Albert stingur upp í hotnið á Hörð sem að þar er. Hann í baráttu og nær. Hafþór á reynir að koma nú Hörð hérna en Þorsteinn skilur þessu. Hörður er hreinlega bara partur af sóknarliði Skagamanna. Hér þarf Einar Ingi eitthvað að spjalla við Gunna. Það kom einhverja bendingu hvað menn séu kominir úr boðvagnum. Já, sennilega þessi standa við hliðina á bekknum en hann sendir Gunna bara út að skokka. Það eru keilurnar og nálagt vellinum hann, ég veit ekki hvað er að gerast. Ja, hann sendir það bara í uppbytun. Arnór reynir fyrir gjöfina. Hann lendir Svavar Berg í smá vandræðum en þetta bjargaðist nú allt saman. Skipting hérna yfir á Kristoffer, hann er einn á móti einum hérna á móti Einar Loga. Setur hann á vinstri svo aftur yfir á hægri en þetta er of mikið. Já.
Það var líka svolítið erfitt, hann var bara eitt þarna. Já. Virkilega vel gert hjá Þorsteini, en hann missir hann síðan út af. Lokaðu inni! Close! Kom í sjálf, Kristoffi! Allt og tala svo mikið! Já, Kristófer nú ekki svona þessi típiski target center sem að getur verið að halda boltanum og bíða eftir að menn verða að vera snöggir að koma í stuðninginn. Ætliði sér að gera það. En maður býst ekki við að Kristófer muni spila þessu stöðu lengi á Selfossi. Geð með það að Tókic sé hugsaðar þarna upp á topp. Já, ég held nú að Kristófer hefur nú allavega eins og með Leikni spila hann og iðulega hefur hann spilað úti vinstra megin. Ég held að hann þykir það ég læra að spila svona fyrir aftan sendirinn. Hann er svona mikið fyrir að skapa líka fyrir aðra einmitt og hendur langur fram á Steinar sem fara hann í bakið og herði flottu kloppið þarna herði. Það er honum ekki fyrir. Hann er búinn að standa vaktina Þorsteinn Daniel hérna í hægri bakvörðunum, mikið mætt á honum. Já. Það er Steinar sem að tekur hotspinnuna. Steinar með hætturinn á næstöngina, Þorsteinn skallar það frá, býtur nú við, hér nær Kristófer að vinna boltan en Hörður sá þetta og það er útspark. Já, það er bara tæft að vera innkast. Mjög svo. Steinar! Ekki í sjön! Kom hæg! Það fyrst annan! Gunnur! Fyrst annan vinna boltan! Óli, nær henni! Við kenna líka aðeins þetta og aftur! Klár úti! Óli! Ímið við aftur! Arþór gerir vel. Arnar Már upp í horni en þarna er enginn. Bjarki eldir hins vegar. Arnar Már þar Magnússon niður. Hann fann fyrir þessu. Já. Þeir eru fara að spila. Nei, honum. Þeir eru búin að snúa og fara að spila. Bjarki með hann. Aftur á hann aftur. Fínt spil. En þetta fyrir innkast. Gunnar Borgarsson sjálfsagt einn af yngri þjálfurunum í efstu deildunum. Já, hvað er hann fættur 80 eða eitthvað leys? Já, eða eitthvað seinna en það. Hann er fættur og uppalinn á Egilsstöðum. Reyndar eru svolítið ungi þjálfari í innkast og deildinu. Já, en hann er búinn að þjálfa Selfoss í svolítið tíma, já. Einhver tíma. Einhver tímabil. Já. Gott þegar hann var ekki yfirþjálfari yngri flokka líka þar áður en hann og Steinar of innalega þarna. Það hefur verið greipni nokkru sinnum í rángstöðu. Já, ég held þessi þriðja rángstæðan eða eitthvað svoleiðis. Nær honum! Þétt undir að stelpi tilbúinn, Gummi tilbúinn, vítum á hlaupinu, vera ready, second ball. Stefán tekur þessa aukaspyrnu yfir til hægri. Hörður verst þessu vel, þannig að var Ingi Rafna að reyna að komast fram í honum. Ráðust á þetta! Maggi Steini, ráðust á þetta! Sappi honum! Sjá hvernig það er horta! Nær tein, Steinar á tein, nær í sjö! Við fáum hérna að heyra köllin og
vonandi þið heima líka. Pítur, hér er dauða færi. Já, en Magnús Ingi hitti boltan þarna ekkert sérstaklega vel. Nei, en hann fór ekki langt fram hjá. Nei, hann gerði það ekki. En við sjáum að Selfyssingarnir, þeir eru ekkert að pressa neitt of hátt. Sitja tilbaka. Þeir hafa ekki náð hins vegar að ógna með svona tilheyrandi skyndisóknum. Nei, það hefur ekki tekist. Við sáum hann að Kristófur lendi í brasi á hann. Hann voru svona næstu í skyndisókn sko, en hann var svolítið einmanna bara. Já, hann var svolítið einmanna í því öllu saman. Dómarinn með andum að menn sé að taka innköstina á réttum stöðum. Já, eðlilega. Já, bara sjálfsagt mál að menn fara eftir reglunum. Það er Arnór sem skellar þetta í innkast. Og þá fáum við líklega langt innkast. Já, það er í tísku þessar mundir. Já, þetta er tískuból í boltanum. Það tekur líka svolítið tíma alltaf að taka þetta. Já. En þurfa að koma sér í stöður og... Skamenn voru náttúrulega mikið í þessu á sín tíma þegar þeir voru með Ármann Smára. Ef við svona minna þetta eftir það, en við sjáum þetta við og við. Þetta er inn á tíðinu, hann flytta þessu áfram, en Hafþór skallaði þetta síðan frá og Bjarki leggur á stað. Hann er snöggur og hérna er hann reyður bara niður og gult spjald bara á Magnús væntanlega. Hann reyndi ekki að fela það einu sinni. Nei. Líka hann sá að hann átti ekki roði í Bjarka. Herru, það er fullt af fótbolta í gangi á Íslandi þessa stundina. 4 leikir í dag í innkassodeildinni. Leiknir frá Reykjavík eru konur yfir gegn Haukum á útivelli 1-0. Hinir 3 leikirnir, eða 2 leikirnir fyrir utan þennan sem við erum að horfa á. Njarðvík 0, Víkingur Ólafsvík 0 eftir 30 mínútur og IR 0, HK 0 eftir sama tíma. Þeir hófust á sama tíma á þessi leikur hér. Fínt að hinni leikinni færi bara svona. Já, eins er 2 leikir í Pepsi-deild karla. KA-menn er að sér að Fjölni 2-0. Þar er seinni hálfleikur hálfnaður tæplega. Frábærlega spilað hérna, en Hörður nær þess ekki. Og eins eru Káringar að sigra Val 1-0. Já, það væri bara skemmtilegt fyrir mótið. Já, en Leiknir Reykjavík eru að... Það er vel gert að Hörður ná þessu, halda þessu inn á, en hann og Selfoss sem fær síðan boltan og nei Túrutía það er hérna pressu frá Stefáni, spila tilbaka á Guðmund Axel, hann tilbaka á Stefán Loga, hann á Túrutía sem að kemur með tæpa sendingu hérna á Svavaberg, en þeir ná að halda þessu gangandi. Þorsteinn reynir stungu sendingu hér á Kristoffer Pál sem að aðeins og innarlega aðeins. En þetta var ágætur spilkafli hérna hjá Selfyssingum. Og hugmyndin góð sem menn segja. Já. Albert í hóra, Óli í hliðina. 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik, staðan ennþá markalaus. Skagamenn þó ógnað meira. Steinan er að fleita sér áfram á Stefán. Þetta er vel gert. Stefán kjómi fram fyrir Guðmund en fyrirgjöfin róf innarlega. Bjarki reynir að halda þessi inn á, hann tekst það og boltinn dæmdur út fyrir. Já, hann var nú mjög tæpur. Ég held að leikmenn hefði ekki alveg með á hreinu. Já, Bjarki var alveg að spója að halda áfram. Já, hann var svona að veltaði fyrir sér. Og kastar Þorsteinn upp eftir línunni. Skagamenn vinna boltan. Bjarki, Stefán, Óli Valur kominn hérna vinstra megin, slögg sendingi á honum. Þetta var nú klár hendi á Hörð þarna en ekki dæmt hins vegar. Það er hins vegar dæmt brot á
Óli Valur lendir illa þarna. Stefán. Hann komið fram hjá hann, hann lendur niður. Þetta segir hann ekki séð þetta. Hér Nei, ég hætti ekki neitt, alltaf saman. Þú ekki taka ákvörðun. Hérna eru æsingur á bekknum. Já. Æsast leikar á milli Gunnars og Jóa. Ég get vottað það að Gunnar dagfarsprúður maður og vel upp alinn, en hann var ekki sáttur þarna, en það var augljós hendi þarna á hörð sem að en aftur á móti augljós brot líka. Já, alveg klálega, og þarna fór gult spjald á loft og hér kemur annað á bekkinn. Gult spjald á Gunnar, svo sem líklega réttlætanlegt spjald hérna, hann var svona full mikill æsingur í þessu. Já. Bjarki, getur farið utan á. Bjarki, komdu hérna utan á. Gunnar ætlaði samt ekki að láta staðan numið. Nei. Bjarki, takk hlaup. Honum að hann finni innri ró. Veggurinn verður hann nálægt þarna, en það er kannski bara sjónarhornið, en Albert kemur hérna með spyrnuna og þarna skalli og boltinn í netinu. Það er Arnór Snær. Er það Arnór Snær sem átti markið? Já, mér sýndist að hann á að rekka tanna í boltan hana. Já, flottur bolti frá Albert inn á tegin, og mér fannst einhvern veginn eins og að veru fleiri en einn skamaður sem hefur geta nátt til boltast þarna, og það er síðan Arnór Snær sem endar á því að setja boltan í netið. Það er ekki á hverjum degi sem hann skorar, en staðan orðin 1-0 fyrir Skagamenn og markið kemur á 38. mínútu. Glæsilega gert. Já, virkilega. En kemur upp úr aukaspyrnu sem hefði ekki átt að vera í rauninni. Sko, miðað við það sem á undan gekk, en dómurum verður á mistök. Já, þá getur hann samt ekki fara að leiðrétta. Nei, en þetta finnst mér svo oft einhvern veginn, eins og örlögin grípi svona inn í að það sem á ekki að vera, eða jafnvel eru heimskulegar aukaspyrnur líka, að þá er mjög oft að það komi mörk út úr því að sérstaklega minnistætt þegar að Gary Neville æfði blak færni sína gegn Liverpool, og Liverpool vann þann leik 1-0 eftir mark úr þeirri aukaspyrnu. Það var ekki Danny Murphy sem að skoraði það mark. Það er sárminning. En svona típist, skulum segja. En þetta var virkilega gott mark. Já, ég var í samtali að ég ætla að skoða þetta mark aftur og einhvern tímann eftir, og mér virtist vera sem varnarleikur Selfoss hefði nú ekki verið upp á marga út af. Mér fannst svo margir Skagamann, herðu, hérna er hætta inn á teik Skagamanna. Já, mér fannst einhvern veginn svo margir sem hefði getað gert árás og boltan gula treyjur, sko. En það náttúrulega ég var kannski ekki alveg í besta aðstöðun til að sjá það, en það virtist vera. En boltinn var hættulegur. Já, við getum kannski bara biðlað til hérna, já, það er ákveðin, það er einn áraðandi sem að stingur upp á mögulegri rangstöðu líka á Arnór þarna. Já, ég sá það ekki. Nei, en það væri gaman ef að einhver heima í stofu myndi nú spóla tilbaka og sjá þetta. Þarna var einhver sem að fleytti boltanum inn. Aukaspyrnan kom, honum var fleytt áfram, Arnór potaði honum inn. En máli með ég sá þennan inn í markinu. Þetta var svolítið, það virtist vera hættulegur, en það var líklega hérna, en kosturum við að horfa á þetta á Netflix og YouTube, þá getur stjórnað endursýningunum sjálfur og endilega kíkið á þetta mark. Við erum með mjög lita áhörnendur líklega. Já, mögulega. Selfoss og Skagamenn. Já. Þannig að maður veit ekki. Það má taka þátt í spjallinu. Já, ég ákveði til þess að sjálfsögðu. Já, ef allir eru bara kurteisir og prúðir. Já. Kristoffer reynir fyrir gjöfin, en hún siglir aftur fyrir. Það er svona ákveðinni spennu létt af Skagamönnum öflust hérna á vellinum. eins og mörk gera svo sem. Já, þetta mark lá svo sem í loftinu sko, en það var samt aðeins búið að róast aftur eftir svona frekar mikinn sóknarþunga á mark Selfoss.
Árni spyrnir langt. Það er Stefán Tittur vinnuskallan hérna. Óli reynir að stinga en lendir á varnarmanni. Fín varnarmanni á Hafþóri hérna. Það er mikilvægt að hitta þennan bolta. Já. Hörður á Bjarka. Bjarki tilbaka á Óla Val, þá róar þetta aðeins niður. Hafþór aftur upp í hornið en þessi er á hár fyrir Hörð. Þorsteinn kastar, Hafþór skallar tilbaka. Bjarki fleytir þessu áfram á Stefán sem var næra að fleyta honum yfir. Stefán nafna sinn og þá var ennett Stefánin sem spyrnir frá. Kristófer næra að stelast þarna fram fyrir Hafþór, skallan tilbaka. Túrudía á Þorsteinn, aftur á Túrudía. Þá kemur skiptingin yfir á Inga Rapp sem að næra að taka með sér fram hjá Arnóri. Fyrirgjöfin, Einar Logi er að teygja sig tilbaka, svo kemur Hafþór á ferðinni. Já, var einskotað þessi hefnaðist líka. Já. Kristófer hins vegar varð þarna fyrir þó að ekkert brotlegt hafi átt sér stað. Ég get ekki séð það, en gríðarlega mikilvæg tækling. En Kristófer fann augljóslega fyrir þessu. Vonum að þetta sé í lagi með hann. Þessi hávaxni maður hafsend í Selfossliðinu, Guðmundur Axel, er bara 17 ára gamall. 2 og 4. 204? 204. Það er ekkert annað. Það sé hættur að stækka. Ég vona það, hans vegna. En já, hann var valinn maður umferðarnar einhvern tímann í sumar hjá fótbolta.net, þannig að efnilegur drengur líklega. Upp í ánið. Guðmundur hreinsar þetta upp í, ekki upp í brekku, en út af. Hér er skipting. Skipting, já. Og það er Ondó sem er að koma inn á. Einar Logi, þeir eru endalaust að negla langtum eins og þau séð. Segir Arnóri að vera nær manninum. Hann er aldrei að tæma þetta alveglega. Já, maður voru mikið nær honum. Það er leikmann nr. 9 sem kemur inn á. Já, og það er leikmann nr. Daniel Mbang Ondó. 12 sem kemur út af, Magnús Ingi Einarsson. Já. Það njóti ekki að hafa slasa sig eitthvað. Já, sýndist að grípa þarna eitthvað lærið. Þá fer vandilega Ondó upp á topp og Kristófer út á kant. Bjarki finnur Albert, hann er með pláss til að snúa. Finnur Stefán Teit, hann snýr líka heilring og tilbaka á Óla Val sem að snýr alveg tilbaka. Hafþór yfir. Einar Logi upp í hornið á Steinar sem er nær fyrir gjöfinni. Guðmundur fleytir því áfram og Kristófer síðan hreinsar frá. Einar Logi, Ondó eltir. Hörður vippar hérna inn á í áttina Stefáni, en hann var rangstæður held ég. Jú, ég held það líka, þannig að það hefði svo sem ekkert. Fyrri hálfleik að ljúka. Maður hefur nú fengið upplýsingar samt. Það er Steinar sem flikkar boltanum hann inn á Arnór í markinu og hlutlega aðalega segja þessi nú rangstu fníkur af þessu. En það sé ekki hægt að staðfesta úr því sjónarhorni sem við erum með. Við fáum tæknina frá Stötu Sport. Já. Sem á víst að sjá allt. Og það er svona, já, það er lykt af þessu. Já, en markið stendur engu síður. Það er ekkert var hér. Nei. Kemur fyrirgjöfnin á fjær. Þorsteinn setur hann aftur fyrir. Það var eitthvað ískilingu bara, veitist vera. Óli! Alltaf verið að bjóða högg! Óli! Tilbaka með hönda! Skildum við fá 1 í viðbót fyrir hlé.
sennilega ekki bætt nema þessari 1 mínútu við. Steinar inn á bara á teiknum, boltinn er laus og hann endar inni. Arnór Snær aftur. Hann hættir ekki að skora. Marka óður, hann Arnór í kvöld. Já, hann að spila nýja stöðu sko. Já, hann að spila nýja stöðu, hann að finna sína fjöl í lífinu. Já. Þetta glæsilegt 2-0 Arnór Snær með bæði mörkin. Já, ólíklegasta, ég úrreitna af ólíklegustu áttunum, það eru verið með komið með 2 mörk. Já, og ef hann gerir enga vitleysu í seinni hálfleik þá ætti hann líklega að vera útnefndur maður leiksins. Já, og þá er eiginlega flautað til hálfleiks, staðan 2-0 í bara nokkuð fjöruleik, þá hann hafi farið illa svona frekar rólega á stað. Ég ætla að fara varlega í þessa yfirlýsingar. Þetta er búið að vera skemmtilegt svona, þetta er búið skemmtilega svona 25 mínútur. Já, það lifnaði yfir þessu hérna svona miðjan fyrir hálfleik og 2 mörk komin. Og Skamin í algjörlega frábæri stöðu þegar við förum inn í hálfleik. Það verður bara að segjast eins og en við ætlum að hérna rétt árin að við förum í pásu, þá ætla ég að spila aftur myndband sem að ég spilaði í báðuleikjunum í gær, forvarna myndband forvarna verkefnisins Ég á bara eitt líf. Njótið þess áður en þið farið að pissa. Sví á milli stjarna, veit að þú þarna, þú horfir á mig, vildi gæti séð þig, vildi gæti séð þig, vildi friði. Einar Darri, 18 ára hamingjusamur drengur í blóma lífsins, lést af völdum lyfjaeitrunar þann 25. maí síðastliðinn. Eftir dauðsfall Einars Darra standa vinir og fjölskylda, hundruðir kvenna og karla með nístandi sorg í hjartanu. Ég misti uppeldisbróður minn. Ég misti besta vin 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 minn. Ég misti frænda minn. Ég misti bróður minn. Ég misti systurson minn. Ég misti frænda minn. Ég misti besta vin minn. Ég misti bróður minn. Ég saknaði Einar. Ég misti barnið mitt. Ég misti litla bróður minn. Ég misti son minn. Ég misti barnið mitt. Frændi minn er dáinn og ég sakna hans svo mikið. Við öll mistum Einar Darra og fullt af fleiru fólki. Einar Darri er ekki sá eini sem látist hefur vegna misnotkunar á lyfjum á þessu ári. Þvert á móti má rekja tugi dauðsfalla til lyfjamisnotkunar á hverju ári. Dauðsfalla sem snerta líf þúsunda og skilja eftir í sárum. Hugsum okkur tvisvar áður en við förum að fikta með lyf eða önnur fíkniefni. Ég á bara eitt líf og þú líka.
Jæja, þá seinni hálfleikur að fara að koma hérna á IA-TV í samstarfi við Omnis, IA Selfoss. Já, staðan 2-0 fyrir Skagan. Mörkur óvæntir átt. Arnór Snær með bæði mörkin í fyrri hálfleik og við fengum nú líka fregnir af því að seinna markið hafi verið rangstöðulegt að því. Já, það er skítalitt að þessu öllu saman. Já, en það breytir ekki því að staðan svona. Mér fannst líka Arnór einhvern veginn. Já, sérstaklega í seinna markinu var hann svona ekki alveg viss hvort hann ætti að fagna þessu. Já. En bæði mörki standa og því verður ekki breytt úr þessu. Nei. Ein skipting var alltaf gerð í fyrri hálfleik á Selfyssingum. Já, þá fór Magnús Ingi Einarsson af velli og inn á kom Ondó. Að öðru leyti sýnir mér liðin vera óbreytt. Ondó var nú markaskóinni í efstu deild eitthvað. Ég ekki frá því nefnilega. Með Grindavík. Ég gríðarlega sterkur. Já, hann það. Hann sýndi það nú þegar hann skoraði hérna í 4-1 leiknum Selfossi. Þegar hann skoraði eina mark Selfossinga þá var gríðarlegur styrkur í honum. Það var bara hornspyrna, hornspyrna, þeir taka hann á stutt. Albert á Steinar og hann og Ólaval. Óli sé með fyrirgjöfina og þar Arnór Snær eina ferðina en núna flaggaður ástæður. Hann orðinn okkar hættulegasti sóknarmaður. Já, ekki spurning. Albert, gott inn núna! Rétti og sendi Svar! Ertu klárir? Í sendi! Bongo! 1 og 2! Jæja, fyrst annars, klárir! Ondó nú ekki að skalla þetta í rétta átt. Þá tilbaka á Stefán, þetta tæpsending og Albert lætur sér vaða. Dæmd aukaspyrna það. Já, ég skildi það nú ekki, ég var ekki bara Selfoss með boltan og... Jó, svo sem, en maður sá það alveg að Stefán náttúrulega sparkaði mjög undarlega út af því hann bara hugsaði að hoppa upp úr. Jú, alveg rétt. Maður sá það í bikarleiknum í vor þar sem að þessi lið mættust. Og Ondó skoraði mitt mark Selfoss í þeim leik að í réttri stöðu í þessum fyrirgjöfum og þá rosalega erfitt að eiga við hann bara út af þessum líkamlega styrk og þyngd sem hann hefur yfir að ráða. Í þessu marki sem þið skoruðu það var bara fallið á bolti, það var enginn, hann bara hélt öllum bara. Já. Alveg rétt. Gat enginn áttu við hans. Nei. Albert, hann má líka fá hann, við getum svo farið. Albert, allt 24! Stefán spilnir frá út til hægri í áttina að Ondó, en Bjarki nær að vinna þennan bolta, en Kristoffer á Ívan Martínez Gutierrez sem hefur nú ekki verið áberandi í þessum leik. Nei. Kristoffer, en hérna kemur hann boltanum út og þarna Hafþór að ná að skalla þetta. Þetta var ágætis sóknartilburði hjá Selfyssingum. En hann hefur nú bara mjög lítið komist í boltan Gutierrez. Já, það fór lítið fyrir honum í fyrri hálfleik. Það var ekki hann sem fór heim daginn. Nei, hann er komin heim til sín, heim í hittan.
og hér kemur hotspinnan og það er Ondo að sjálfsögðu sem að skallar það, má miskilningur þarna vilja en Arnór náði boltanum virtist vera kastar hérna hratt inn á völlin, Stefán Teitur Bjarki Leósson reyndi að brjóta á honum hérna, tókst ekki alltaf tilbaka á Stefán Lóa sem að spinnir honum hérna fín pressa á Stefáni hana hann Ingi Rapp láð þarna eftir en Stefán Teitur meðan boltan hérna upp í horninu finnur Steinar tilbaka á markarhrókin Arnór sem að þetta enda með hotspinnu sem að Þorsteinn gefur á lifnar yfir stúkunni Það er Arnór Snær hefði skorað marga þrennur á vellinum. Ég segi enga. Kemur hún hér? Stefán Logi kýlir þetta frá. Liggja hérna 3 leikmenn og meðal annars Hafþór Pétursson sem hefur fengið högg hérna á höfuðið en hann er staðinn upp. Aukaspyrna dæmd. Tróti á Bjarka Steini hérna. Hafþór er ennþá pínu vankaður hérna en hann er harður af sér og þetta er nú reynilega skotfæri úr þessari aukaspyrnu við þessar aðstæður með vindur, með sól og það er Steinar sem allar að taka það er nú Raggi eða Dotti sem taka nú oft aukaspyrnuna okkar ég veit ekki ég segi að Steinar fær ekki oft tækifærið til þess að spreita sig sko hann er að fara að skjóta þessu nema hann læðunum á Bjarka hérna vinstri megin en hann tekur skotið yfir veggin en þetta er of laust Ég kastar þessu út en Óli Valur lesa það komin hérna upp í hægra horni heldur sinn á Fyrirgjöfinn, Albert skallar hann rétt fram hjá stönginni. Þetta var hættulegu skallið þótt að hann hefði ekki verið fastur. Já. Sleikti stöngina hana. Ondo náði ekki að lyfta sér í þennan. Þarna var Stefán að reyna að lyfta boltanum á Bjarka. En nafni hans sá við honum en Hörður kominn fastan fyrir Guðmundur reynsar það frá. Það er Kristófur Páll. Kemur honum á Ondo sem að finnur Kristófur aftur. Inn á Torudía, skiptir yfir á Svafaberg. Svafaberg býður eftir stuðningi. Svavar inn á Gutierrez og hann á Ingarab sem að finnur síðan Bjarka Leósson með fyrirgjöfina. Torudía nær honum út á Þorstein sem að kemur svo með fasta langaninn og fjær og það er Einar Logi í vandræðum með að koma sér burtu. Arnór gerir það síðan. Þetta var nú bara stór hættulegt. Já, nei, Guðmundur í vandræðum hérna, flýgur á hausinn. Völlurinn greinilega ekkert sérstaklega þéttur. Ekki þarna allavega. Dómarinn er svolítið að síða varmann Selfoss. Ég skil þetta þar sem að aðstofadómarinn hinum megin er með þá í baksín þarna og það náttúrulega væri mjög súrt ef að þeir eru flöggur rangstæða á mann sem er á varamannabæknum. Þetta er náttúrulega bara eins og það á að vera. Varamenn eiga að vera í vestum þegar þeir eru fyrir utan skílið og jafnvel þegar þeir eru inn í skílinu. Staðalbúnaður, Bjarki kemur þessu fyrir Stefán, sterkur snýr
nær ekki að snúa almennilega, leggur hann út á Arnar Má sem að tekur skotið í varnarmann. Arnar getur alveg skotið sko. Hann getur það svo sannarlega. Guðmundur varð fyrir þessu skoti. Eflaust ekkert sérstaklega þægilegt. Steinar býður eftir Hafsendunum inn í teginn. Þeir eru mættir. Fljótandi bolti á Hafþór og Arnór. Stefán Logi velvakandi. Ég segir að Arnór að fara að skora þrennu. Alltaf líklegur í fyrstum leikadröfum hann. Hann er það. Áfram, Helgert, áfram! Út í gestina! Þetta er hans fyrstu 2 mörk. Á þessu tímabili hefur skorað 6 á ferlinum. Hann skoraði síðast sko í deildarkeppni aldrei, jú 2013. Hann var eitt mark í bikar með Kára þegar hann var að jafna sig eftir meiðsli í fyrra. Nei, ekki meiðsli, það var ekki bara út að hann var að koma frá Bandaríkjunum. Komið sér í leikform. Jú, og síðan skoraði hann eitt í bikarkeppninni núna í vor. Já. Gegn IH í 8-0 sigri. En þetta er fyrstu 2 deildarmörkinans fyrir Akranes liðið. Já. Steinar framan að 10. Framan að Steinar nær. Pressa! Ondó. Kemur hún á Túri Día, hann yfir á Þorstein. Þeir eru sóttjarvari núna, Selfyssingar. Þeir eru allavega komnir nokkuð margir inn á sóknarhelmingin. Ondó, slaka sendingu tilbaka. Hauka á Leiknis er lokið með 2-0 sigri Leiknismanna. Já, þeir eru allir að koma til eftir erfiða byrjun. Var nú ekki beisin byrjunin hjá þeim. En þeir eru komnir nokkuð þægilega stöðu miðja deild. Sending hjá, nei, hann er rangstæður hann Stefán. Njarðvíkingar og Ólafsvíkingar eru enn að eigast við. Þar er 1-1 eftir 53 mínútur. Þar sem að Kwame Kví skoraði fyrst fyrir Víking Ólafsvík en Kenneth Hogg jafnaði metin fyrir Njarðvíkinga. Það er eitt með sko. Sömulegis eru íringar, stór tíðindi í Breiðholtinu, 1-0 yfir gegn HK. Þetta er alltaf spilast eftir okkur höfði, eins og staðan er núna. Við þykjum það, Skaginn með, ef að leikirnir enda eins og þeir eru akkurat núna, þá ná þeir 2 stiga forystu á toppnum. Og Stefán fljótur að taka þetta og Steinar er hér bara aleinn. Bjarki Steinar inn á teignum. Og þetta er fyrir Bjarki Steinar, Stefán Logi vel með fótunum. Þetta muna ekki miklu. Túri Día og Ingi Rapp fær boltan hérna upp í vinstra hornið. Arnór til varnar. Arnór er sterkur og Ingi brýtur á honum. Já, Selfyssingar mega náttúrulega passa sig og þeir eru myndir á það hérna að ef að þeir hætta sér of mikið fram að Skagamenn geta verið gríðarlega fljótir að sækja, sérstaklega með kasthæfileika og spynnuhæfileika Árna og fljóta menn frammi, Bjarki og Steinar sérstaklega. Þetta er beint á Bjarka Leósson sem finnur Ondó, hann í baráttu við Einar Loga. Hafþór með mikilvæga tæklingu hann. Aftur er Hafþór hann á Albert með frábæra snúning og stingur hann inn á Bjarka. Hann kemur inn á völlinn með skoti. Þetta er varið eða í varnamann. Var það Einar Logi sem að, nei Stefán Logi fyrirgefi sem að varði eða var það varnamaður? Já, gott ef ekki að Stefán hafi. En gott dæmi það sem ég var að segja rétt á hann. Já, þetta var það. Þetta lítur að vera svona pínu erfið svona staða fyrir lið eins og Selfoss núna. Þeir þurfa að sækja en þeir eru myndir á það reglulega
að það er mikil áhætta sem fylgir því. Já, það hefur sýnt sig hérna að þeir eru snöggir, breyta vörn svo Skagamenn. Hann heldur honum! Stefán Logi út og grýpur þetta, kastar út á Kristoffer en þetta er ekki nákvæmt. Skammar síðan Kristoffer fyrir að ná honum ekki. Veit nú ekki hvort að það er sanngjarnt en það er hann að segja. Færumann! Addi Óli! Þetta er bara skot hérna en tilraunin er nokkuð vonlaus samt sem að það er. Já. Það er gaman að þessu. Guðmundur Axel settur í vonda stöðu. Hann er í stökustu vandræðum með. Og Albert var fyrir innan og vissi að hann mátti ekki taka hann þarna. En þarna finnst mér Stefán koma Guðmundi í bara vonlausa stöðu. Vel gert í Ondo en Arnór sér við þessu. Já, en samt sem áður Guðmundur kom sér bara eiginlega í sjálfheldu þarna. Já, þetta er í annað skipti sem hann svona hálfpartinn rasar boltan. Já. Í hvort að taugarnar eru of þandar hjá þessum unga manni. Það er reynslu lítill. 'Það bara róa Skagamenn þetta niður. Við bíða bara eftir að Selfyssingar. Ég reiknast til að þetta sé hans 7. leikur hins vegar í sumar. Guðmundar. Já, hann er búinn að spila. Hann kom inn í liði snemma móts. Hann byrjaði hins vegar held ég ekki mótið. Arnór, hann með slaka sendingu. Steinar vildi var að leggja stað í hlaup þarna. Já, Stefán vildi líka fá boltan þarna. Turutía með langan fram Átni út úr teiknum. Setur hann fram beint á Stefán Teit sem að tekur hann með hendi. ...61 mínúta liðin en þá ekkert mark í síðari hálfleik. Arnar Már skallar þetta frá. Ingi Rapp fær hann hérna vinstra megin. Nær fyrirgjöfinni en Átni Snær ekki neinu vandræði með þennan. Og Stefán fer á stað, fær sendinguna frábærlega gert hjá Stefáni. Hann kemur hennar inn og skot í varnarmann og Stefán Logi handsama knöttin en þessi sending og móttaka. Þetta var algjörlega trublað. Þetta var alveg sko Kristoffer að reyna að komast fyrir gegn en nær ekki til boltans. Þetta er náttúrulega við erum. Hann er ekki bara markmaður hann Árni. Nei. Hann nefnilega er bara hluti af uppspili liðsins. Já, ég man eftir hún skorað þrennu í þriðja flokki þá sem útileikmaður í seinna hálfleik. Alveg ótrúlegur náttúrulega spynnu maður, alveg afburða góður og þar alveg endi skotmaður. Stefán pressaður út af liðurinn að Svavari en nær að koma honum tilbaka á Óla Val. Skagamenn að halda boltanum hérna bara ágætlega. Einar, Ondo pressar á hann, Arnór tilbaka á Átna, ræðis að færa Selfyssingarna til. Kemur svo langur hérna út á kantinn og Hörð sem að fleitir honum inn fyrir á Bjarka. Albert í hlaupun inn á tegnum. Guðmundur Axel nær að lesa og Stefán Ragnar leggur sér hérna að eldinum. Hann kemst upp með það. Skiptir síðan yfir á Inga Rapp hérna vinstra megin. Arnór brýtur á honum. Halda lífi! Halda lífi! Ég veit ekki þau Björn Þór. Ég væri alveg til að fá eitt mark í þennan leik sem er engin leið að deilum. Svona bara samvinskunnar vegna. Já. Ondo fleitir þessu áfram. Ég er svo siðlaus að mér er drullu saman. Það er bara svoleiðis. Já. Já. Það er svona auðveldar að
til umtals eftir á. Þá getur mann alltaf bent á sko, en þetta var bæði rangstöðumörk og eitthvað svona, en svo það ekkert endilega sjálfgefið þó að það virðist vera þannig. En það ekki afgerandi, það ekkert að segja að þetta var rangstöð. En það sá maður ekki Selfyssingarna mótmæla mörkunum mikið, og sérstaklega ekki við aðstofadómarann. Langur bolt upp í hornið á Steinar sem nær að koma, taka hann með sér inn. Eru menn í tegnum, hann tekur skotið. Nei, var þetta ekki einhvers konar fastu fyrir eða var þetta skot? Já, ég er ekki viss, mér fannst þetta var þannig að það ekki gott skot. Já, þeir voru svona kannski 2 skrefum og seinir inn í teginn með honum. Hondo í baráttunni, hann þarf nú ekki að stökkva til að taka þennan. Og fyrir við alveg að nálgast að sólinn fer að spila rullu hérna. Upp á langskot og annað. Bjarki fer að stað, tekur skærin, tjekkar inn, reynir að koma honum yfir á Albert en Turudi að lesa þetta. Þetta er öllu opnari leikur heldur inn í fyrirháleik. Já. Þetta er allt annað að horfa á þetta. Þetta er brotið á Turudi en leikurinn látin halda áfram. Ondo út á Kristoffer. Ondo þarf að koma sér í teginn, ætlar hann að gera eitthvað. Kristoffer nær fyrirgjöfinni. Vel skalla frá, Hafþór er búinn að standa sig virkilega vel. Nú eru skagamenn hérna 4 á 6. Einar á Stefán Teit sem að missir hann aðeins frá sér en næra haldunum Turudía hins vegar brýtur á honum. Þá kemur gult spjald væntanlega fyrir brotið á Turudía áðan. Ólafur Valur fær það. Þá er skipting hjá Selfyssingum, önnur í leiknum. Inn á kemur leikmann númer 3 Gylfi Dagur Leifsson í stað Bjarka Leóssonar. Ég ætla bara að setja smá pening á það núna að hann kom inn í vinstri bakvarðarstöðuna í staðinn. Þetta sé ekki taktísk breyting. Nei. Það er bara eitthvað svo viðeigandi að leikmenn númer 3 séu vinstri bakvörður. Já, það gefur ákveðna vísbendingu þegar menn er númer 3. Arnar Már út á hægri. Steinar með 2 menn á sér. Ingir að næra á honum boltanum. Kosteinn leitar að möguleikum, ekki margir í boði en hann heldur áfram sjálfur. Bjarki pressar á hann. Það Selfyssingar að ná að klóra sig inn í leikinn. Það er spurning sko, það er man ég ekki nákvæmlega gangleiksins í vor, hvort er minnkuð munin í 2-1 áður en að skagamenn tryggðu sig síðan sigurinn. Þetta er bara hættulegt. Gutierrez að það með skot í varnamenn. Það er alltaf klassísk sko inn í tegi og neglu boltanum að fyrir einhvern leikmann. Já, byggðum hendi. Já. Já, við erum að tala um það að leikurinn sem að hérna var að ræða í vor var spilað 30. apríl úti. Já. Á gervigrasinu á Selfossi. Það var áður en að þetta rigningasum að byrjaði. Já. Og fínt við þá minni mig. Já, það var bara ljómandi. Guðmundur með háan bolta hér sem enda bara í höndunum á Árna. Já, það var rétt muna hjá mér. Skagamenn komust yfir 2-0 eftir 4 mínútur óskabyrjun en Ondo minkaði munin þá í 2-1. Nei, þú fyrir mig leipur hér. Stefán Teitur. Nei, herri, ég er bara rugglaði. Stefán kom okkur svo hérna í 3-1 fyrir og já, það er rétt. Það var síðan á 69. mínútu sem að Jóhannes Karl fekk að fara í sturtu. Hrópin á völlin. Já, hún baðst afsökunar á því. Já, leið eftir leik.
Már sterkur hérna. Þeir hafa náða trufla Ondo í þessum skallaboltum. Bjarki stingur inn á Albert sem fyrir innan og rangstaða dæmd. Það nú oft talað þriðja markið, það skiptir máli hvorum megin það lendir. Það svona sé ákveðin vendipunktur sko, stór munur á 2-1 og þá þetta leikur, 3-0 þá þetta búið. Þarna fer Turudia niður. Ég ekki viss hvort að veit ekki, Stefán fór kannski í hann hvort þetta sé bara hann ég misti þessu, hann nú kvalinn hérna. Já, hann það klárlega. Vill meina að stíð hafi verið á sig gott ef að hann bara mjög kvalinn sko. Blæðir úr honum hann það sýnist mér eða hvað, eða skítuðu sokkurinn. Sjáum nú kannski skulum bara fara frá þessu, jújú, við skulum bara zooma frá þessu, séu einhverju viðkvæmir heim í stofu. Já, en það ég sá ekki hvað gerðist þarna en það er augljóslega eitthvað sem hefur gerst. Já. Og aukaspyrna dæmd var það ekki? Jú, það var dæmd aukaspyrna. Já, hann Það munur líka að fara að gera breytingu sínu liði. Viktor Helgi að gera sér tilbúin að koma inn á. Sem og Þórður Þorsteinn. Já, hann sko, ég samt bara svolítið áhyggjur hvort að þetta hefði verið eitthvað snerting á Stefáni, hvort að það eitthvað bara svona þessi sko meðst sem gerast miðstig eða eitthvað slíkt. Já, bara hann er sárþjáður. Hann er það sko, hann getur ekki stigið í löppuna sko. Það högg á hásina eða það er tvöföld skipting. Já, Þórður Þorsteinn og Viktor Helgi að koma inn á fyrir Albert Hafsteinsson og Ólaf Valdimarsson. Þórður kemur væntanlega inn á kantinn. Hildir í stöðunars Ólafs og bara Viktor og stöðunars Alberts, en þeir eru náttúrulega ólíki leikmenn samt sem aður. Árboltinn á teiginn, Arnór Snær skallar hann frá. Herðu, hann bakgrinding á Ondo og hrindir Hafþórið þarna á átna. Uppsker tiltal. Já, ég nú ekki vissum að Turudia sé að koma aftur inn á. Nei, ég varst það. Þannig að Skagamenn eru sem stendur einu fleiri inn á allar. Arnór fram á við á Stefán Teit í baráttu Guðmund Axel, hefur betur, stendur að narta í hælan á hann, hann að Gutierrez gerir það en leikurinn látin fljóta. Það er jákvæmt. Hafþór með langan bolta hérna yfir til hægri á Þórð Þorsteinn. Sendingin yfir á Bjarka sem að teka hann upp kassan og neglir í Þorsteinn. Fín sending, hárun ákvæm beint á Bjarka hérna. Arnar Logi Sveinsson verður að koma hér inn á bara fyrir Turudia sem kemur ekkert aftur inn á. Arnar Már skiptir yfir á Þórð. Þórður með skot sennilega. Já. Stefán Logi náði ekki til hans og lét hann fara. Já, Turudia gefum okkur það að hann sé maðurinn sem fer út af.
Arnar Logi Sveinsson kominn til leiks. Stefán skallar fram á kollin á Ondo. Kristoffer nær sína lengjan á Gutierrez sem að vinnur hornspyrnu. Já, það myndi breyta þessum leik töluvert mikið held ég ef Selfyssingar næðu marki, fengjum smá líflínu. Við viljum það ekki. Nei, er það ekki klísjan mörk breyta leikjum? Jú. Þeir ná að skalla þetta frá, Hörður Ingi gerði það. Svavar Berg tilbaka á Stefán Loga sem fær pressu frá Stefáni. Teit. Arnar Már gerir þetta vel en bara maðurinn Arnar Logi finnur á honum boltan. Guðmundur Axel út á Gylfa, skipta þær aftur yfir á hægri. Arnar með sendingu þarna á engan sérstakann. Korter eftir, stendur ennþá í 2-0. Staðan ennþá óbreytt í Njarðvík og í Breiðholtinu. 1-1 hjá Njarðvík, Víkingur Ólafsvík 1-0 fyrir ÍR á móti HK. Og þetta myndi þýða það að hvað? Að Skagamenn þrátt fyrir þetta ennþá í bítunum við. Nei, Skagamenn myndu setjast á toppinn með 23 stig, HK í öðru sæti með 21. Selfyssingar hins vegar væri að fara niður í fallsæti. Íringar munu ná sér upp fyrir þá. Þannig að þessi deild er gríðarlega spennandi. Sér það að Fram sem er í 8. sæti eru 3 stigum frá Selfossi sem er að fara niður í fallsætið. Það verðist bara að vera 4 lið sem alltaf berjast toppsætin og það er svona mestu leiti, það er IA, HK, Víkingur og Þór. Það er ótrúlega taksamt sem Eyjólf hefur á Skagamönnum. Hann er búinn að koma með okkur bara einhverja einhverja grílu stemmingu. Já, hann er bara búinn að læsa okkur í einhverju hliðarlegu Svavar kemur, missir hann út fyrir. Þá kemur skipting hjá Skagamönnum. Alexander Már Þorláksson, markakongur 3. deildar á síðast tímabili, er að koma hérna inn á væntanlega fyrir Stefán Teit Þórðarsson. Já, það er rétt hjá þér. Það væri gaman að sjá hann skora fyrir IA líka. Það var mjög yfir við kólan og leiddi sókn Káramanna sem að sigruðu 3. deildinni fyrra og eru og ég held að Káramenn myndu sakna hans meira núna eftir hann var kallaður upp í IA-liðið, en sem stendur Káramenn í öðru sæti. Sem væri ótrúlegt ef að Kári myndi komast upp. Það var bara maður bjóst ekki alveg við því. Þeir eru í baráttunni þegar svona langt. Þeirra ris upp deildirnar er bara virkilega rætt. Þetta er ungu klúbbur og virkilega frábært að sjá að samstarfið nýtist báðum líka. En ég held að Alexander hefði kosið að fá fleiri mínútur hér með Skagamönnum á þessu tímabili. Hann hefði náttúrulega ekki fengið þær. Hann væri eflaust búinn að spila. Hann fær við og við svona 5-10 mínútur. Og hann er náttúrulega erfitt fyrir svona manna að koma á boltanum inn þeim tíma, og þeir eru dæmdir af mörgunum. Þannig að fyrir hann þá væri mjög mikilvægt að
að ná að setja hann. Það er kannski allt til að minnast á það líka sem vallaþjálfurinn að segja núna, að ef þið farið inn á kfia.is getið tekið þátt í kosningu á manni leiksins úr liði heimamanna. Árni Snær kýlir þetta frá Ondo með hann í teiknu, leggur hann tilbaka á Þorstein sem hann skýtur í varnarmann. Gutierrez snýr, Steinar sér við honum, Þorstein, nei Þórður fyrirgefi, en Þorstein heitir hann vist líka. Já, Steinar hérna yfir á Bjarka. Bjarki hörður með honum hann leitar inn á völlin, aukaspyrna dæmd réttilega og gult spjald fyrir, já ég veit ekki hvort þetta er uppsafnað eða hvort það er mótmæli, því að brotið sjálft var ekki gróft. Nei, það er erfitt með að... En nú er Þórður Þorsteinn komin inn á. Já. Og bara stuðningsmenn heimta boltan í mark. Já, eins og þeim ber. Já, Jóhannes Karl vill ekkert allt of marga í teginn. Hafþór skokka tilbaka. Hann hefur lært af Japan, Belgia. Það er ekkert svoleiðis spurt hér. En Þórður tekur skotið en það er beint í varnarvegginn og þeir hreinsa frá. Hörður tekur hann niður, tilbaka á Árna Snæ. Langur í áttina að Bjarka, þeir ná að fleita þetta áfram. Þórður fyrir gjöf, Stefán grípur inn í. Þarna náði Alexander ekki til bolta hans. Nei, Steinar var þarna klár fyrir aftan Stefán og ef hann hefði ekki náð þessu. Gutier er að selfisingar, þetta er ekki sérstaklega markvist. Gutierrez með fyrirgjöfina að Ondo í baráttunni. Arnór hins vegar setur hann aftur fyrir. Já, ég held að Árni hefði getað náð þessum og hann fór í hól. Já. Ég veit sem er. Það er kannski þess virði að láta vita því að við ætlum að freista þess að fá viðtöl við og viðbrögð frá þjálfurum liðana eftir leik. Eða Arnór, eða taka Arnór. Eða Arnór, það væri mjög viðeigandi. Já, jafnvel sko, ef við náðum honum. Já. Taka hann, Jóa frí í eitt leik. Já, einu sinni. Það væri bara mjög skemmtilegt held ég. Stór stund fyrir hann. Já. Hér í dag. Við vitum ekkert hvort að þetta gerist nokkuð tíman aftur. Nei. Og tala ekki ef að þetta mun ráða úrslitum í þessu leik. Og hérna er Dotti alveg frýr og hann fær líka boltan. Reynir að leggja hann út en Kristófi Páll mættur, en þarna fellur selfisingur við í teiknum algjörlega Þeir kalli til aðstoð. Nei, stoppa. Nei, hann stoppar það af, já. Já, þetta var skrítið. Nei, hann kallar hann aftur. Já, þetta var mjög furðulegt. Hann bara hné niður, þetta leit ekkert svo sérstaklega vel út af því að það var engin nálægt honum. Við eigum hann, segja allir. Já, Skagamenn eiga nú reynda hennar bolta, hann er allir bara Selfoss fá ekki sparkunum til okkar. Já, Guðmundur gerir það. Pressa á boltan. Á sendinguna. Lókar, Gylfi. Árni spyrnir. Já, það er erfitt að reikna þennan út í sólinni eins og hann er orðið núna. Árni veit að Arnór tekur þetta innkast, finnur Alexander sem er hérna í baráttu við Guðmund og hvað er þetta? Útspark dæmt. Já, það sé rétt. Já.
Arnar Már missir boltan hérna. Ingi finnur ekki Gutierrez. Hörður sátti þess. Viktor sendir hann hérna upp í hornið á Þórð sem búinn að vera sprækur eftir að koma inn á. Alexander með honum en sendingin aðeins fyrir aftanan og rangstaða dæmd á hann. Jónalag. Þórður búinn að vera líflegur hérna á hægri vengnum. Stefán í áttina Ondo. Viktor vinnur skallan hins vegar. Viktor náttúrulega einn vinnusamasti leikmaður sem að maður hefur séð. Alexander nær honum hérna, reynir að koma honum inn á Þórð sem orðinn rangstæður eða hvað? Nei, ekki. Og Gylfi Dagur spyrnir hérna aftur fyrir Óspilna. Og enn lifnar yfir stúkunni. Þórður Þorsteinn. Sólin farin, held ég. Já. Akrafjalli var nú fallegt þessi höll var ekki hérna. Já, það alveg rétt. Það kíkir aðeins yfir, þessi boltinn á fjær. Hafþór brýtur af sér. Brýtur á fyrirliðanum. Stefáni Ragnari. Nokkuð spurning hvern við myndum kjósa mannleiksins í dag? Bara ekki óskrifuð regla þegar Varnar má skora 2 mörk, það veist. Já, ég held að sé að það væri... Og heldur hreinu ef þetta fyrir svona, veist. Já, ég kæri kosninguna ef að Arnór Snær fær ekki þennan heiður. Í nýrri stöðu, þar á ekki. Já, þessi allavega taktík hjá Jóa Kalla hefur virkað vel í dag. Nokkuð ljóst, sérðu Þórður Þorsteinn fær hérna bara sendingu frá Árna inn á vítateig og tækling og ekkert dæmt hins vegar. Ekki tók hann boltan, þannig að... Þá var hann bara að gefa Dotta gult. Já. Ef hann telur svo að vera, en... Það var alveg snerting, en svo er spurning hvort að Þórður bjó hana til, en allavega bara þarna... Það hefði allavega verið frekar hart ef hann hefði allavega farið að spjalda hann fyrir leikaraskap, sem þetta var það nú ekki beint. Hérna fer Viktor full harkalega í Ondo. Það æsti sig allavega enginn yfir þessum dóm. Það er bara Stefán Logi sem hann tekur þessa aukaspyrnu á sóknarhelmingi. Já. Þá vil ég sjá Þór Þorsteinn taka síðan einn hérna á 80 metrunum. Það er ekki leiðilegt. Ég er bara Árna. Já, væri náttúrulega. Ég er bara Árni að fara að skora núna. Hann er allavega í dauðafæri. Ef hann grípur þennan bolta, þá er hann að fara að skjóta á markið. Ég er að fara að segja þetta. Hauðu, hann er farið í Árna. Skjóttu nú, Árni. Skjóttu. Já, hann reynir. En byttu við. Alexander er að sleppa í gegnum Stefán Logi. Rétt á undan. Viktor gerir vel. Bjarki nær að taka niður. Og það er brotið á Bjarka. Já, þetta var allavega tilraun. Já. Hann náði ekki alveg nógu miklum kraft í skotið. Árni Snær þarna. Ég held að þetta hafi ekki verið neitt annað en skot. Já, Arnór vann þetta nú. Einar Logi upp í hornið á Þórð sem að leitar að Alexander. Guðmundur er undan honum.
Hörður missir boltan hérna. Hondo, já, Einar Logi dæmdur brotlegur. Selvísingur liggur á núna. Já, þeir eru að skora 2 mörk núna á mjög skömmum tíma. Stefán ætlar aftur. Nú er hann svolítið út á kantinum, þannig að við gætum fengið aðra tilraun frá Árna. Þeir eru að taka sénsa hérna. Stefán inn að markinu. Árni kýlir frá. Bollanum spint aftur í áttategnum. Arnór í baráttunni. Viktor reynsar þetta síðan frá í áttina Bjarka sem hann er að taka hann með sér. Sér Þórð hérna yfir hægra megin. Boltinn inn fyrir og Alexander færi og skýtur fram hjá. Þarna var kjöri færi fyrir hann til þess að setja fyrsta markið, koma sér á blað. Já, þarna hefði verið ljúft að sjá Alexander setja hann. En ég hugsaði að ég fari nú bara að fara svona að huga. Þú fyrir að taka röltið út og hérna Já, Björn ætlar að fara af stað í leiðangurinn að finna viðtölin. Árni í vandræðum hérna. Og hvað er hotspinna? Kristoffer með hotspinnur hérna fyrir Selfoss þegar að leiktíminn er rétt liðinn fyrir hálfur mínútu síðan. Inn á næstöngina, Viktor skallar það frá. Arnór pressar á Kristoffer sem að finnur hérna Gylfa Dag sem að reynir fyrirgjöf en hún er óvinnalega. Árni Snær grípur hann að bolta. Árni spyrnir frá markinu. Þetta er langt sem fyrr. Alveg aftur fyrir hinum megin. Guðmundur Axel í baráttunni hérna við Arnór og það er Arnór sem skallar út fyrir 1,5 mínúta komin fram yfir venjulega leiktíma. Stefán Logi spyrnir frá markinu. Hafþór vinnur Rondo í skallaboltanum. Bjarki Steinn brotið á honum en leikurinn látin halda áfram. Hörður missir hins vegar boltan. Arnar tilbaka á Hefur Þorsteinn með boltan. Ingi langan bolta. Ondon er að fleita þessu en Arnór sér við þessu. Einar Logi. Boltinn hátt í loft upp hérna og Árni Snær grípur hann auðvitað. Langur bolti fram, skallaði frá. Arnar tilbaka á Gylfa sem að gerir vel. Reynir síðan langan bolta fram á við en hann er út af. Hann flautaði hérna líka. Hann sjóðast að boltan. Hann getur kastað mikið lengur. Hvað er hægri? Steinar, Arnar gerir vel hérna að snúa fram á Gutierrez. Stingur inn á Inga. En Hörður nær að pota þessu út fyrir.
Kemur eflaust langt innkast hérna, Stefán Ragnar Guðlaugsson. Margir inn á teiknu núna Selfyssingar. Viktor Helgi sterkur í loftinu, Bjarki hittir hann ekki. Það var bara Gabriel skulum við segja. Og þá er flauta til leiksloka. 2-0 sigur Skagamanna, staðreind. 2 mörk frá Arnóri Snæ Guðmundsssyni. Skilja liðin að. Sjáum hvort að Björn Þór nær að smeygja sér inn á völlin. Aðgengi fyrir fréttamenn ekki sem best til að komast úr stúkunni niður á völl. En hér þakka menn hvor öðrum fyrir leikinn. Og við ætlum að freista þess að fá viðtal við Arnór Snæ og Gunnar Borgþórsson, þjálfari Selfyssinga, ekki síður. Sé að Björn Þór er kominn niður á völl. Og jájá, Skagamenn þakka fyrir stuðningin sem að var bara með besta móti í dag. Sé að Björn Þór er að labba sér hérna inn í þvöguna. Eltir Arnór Snæ uppi og hann er tilbúinn með hann hérna niður á vellinum. Þá bara sendi ég boltan yfir á Björn. Hann ætlar að fá að fagna með þeim fyrst, ekki málið. Með viðtalið meðan Skaginn ætlar að fá að fagna hér með stuðningsmönnum sínum. Fáum að festa það á filmu. Smá töf á viðtali. Og það er að sjálfsögðu Arnar Már Guðjónsson sem að stjórnar því. Gerir ég fastlega ráð fyrir. Arnar gerir sér tilbúin. Þetta er svona okkar útgáfa af Haka. Arnar! Þú djúðast að gera kontið þetta, drengur! Þetta er alltaf skemmtilegt og þá er Arnór Snær klár. Arnór Snær, þú ert valinn maður leiksins af stuðningsmönnum. Hvernig var leikurinn bara? Þínum bændurðu sér? Mér varst eiginlega bara að vera betri allan tíman. Það var smá sloppið í þessu fyrstu 20 mínútur. Lengi í gang, en eftir að við byrjuðum leikinn þá var þetta aldrei spurning fannst mér. Gánar maður leiksins fyrsta sinn í sumar. En það þýðir bara, þetta var ekkert betri varnarleikur hjá manni en vennilega sumar, það þýðir bara skora mörkin. Það er bara þeir sem eru aldrei menn leiksins. Já, nákvæmlega. Mörkur óvæntir átt. Óvæntir átt, ég meina ég hef búinn að skora 1 mark fyrir fyrir þannig leik á 4,5 ári. Það var 2 í kvöld, það er óvænt. Og þú spila nýja stöðu í raun og veru í kvöld. Hvernig fannst þér takast til? Þetta gekk ágætlega, þetta er ekki eitthvað sem ég kýs að leika kannski fyrir milli frambúðar. Þetta er meira hlaup en ég vanur og annar hlutverk, en virkilega bara gaman. Jói Kalli kom bara til mig og spurði og vildi pröfa þetta. Það gekk ekki nógu vel í síðasta leik og þetta gekk ágætlega í dag. Hvers vegna vildi hann hafa þið þarna? Bara, það er ekki glóru. Þetta er bara einhver taktísk breyting og hún gekk upp. Hafþór hefur verið svolítið að leysa þetta. Við hefum verið að spila mikið með 3 hafsenda. Eins sem bakvörð, Hafþór hefur gerð það mikið í byrjun tímabils. Og hann hefur bara viljað pröfa, hafa mig úti frekar en Hafþór. Það gekk vel. Hversu mikilvægt er eftir slakan leik í síðasta leik að svara strax bara með sigri í þessum? Það er alltaf gífurlega mikilvægt. Þetta er deild sem við viljum fara í alla leiki til að vinna. Og það var nú svo sem vita kannski að við myndum lenda á vondum leik einhver tíman.
og bara frábær karakter í liðinu að koma strax tilbaka og vinna næsta leik strax og spyrna sér strax aftur á stað því það mikilvægt, þið mátt ekki tapa of mörgum stigum í deildinni, þetta er þéttur pakki. Þið komist á toppinn núna, hagstæð úrslit í öðrum leikjum, Víkingur gerir jafntefli og Háka tapar. Haldið þið að þið farið bara beinast að liða upp? Það er planið, það er stefnan, en okkur er svo sem saman hvað hinn leginn gera sko. Þannig að ég vissi ekkert hvernig leginn fara, við vitum ekki hvernig hinn leginn fara. Það er algjörst aukaatriði, menn við vinnum okkar leiki þá förum við þangað sem við ætlum okkur og það er einn sem við getum haft áhrif á og það er einn sem við gerum. Þannig að þið lýst bara vel á framhaldið? Mjög spenntur framhaldinu og bara mjög spennandi tíma framöndan. Gaman að sjá vel mætt í dag, loksins þegar gula sólin hluturinn í loftinu lét sjá sig, þannig að það er gaman að sjá skagamennir að mæta og styðja okkur í þessari baráttu. Þetta er hörku erfið deild og menn þurfa að vera á tánum í 90 mínútur í hverju umferð. Herru, ég bara þakka þér fyrir og bara gangi ykkur vel. Takk. Mér sýnist ég hafa mistað Gunnari, þjálfara Selfoss, þannig að ég bara þakka fyrir okkur í dag. Stjórn útsendingar var í höndum Örn Arnarsson sá stjórn útsendingar, Ingimar Elvar var á myndavélinni og sjálfur heiti Björn Björnsson sá lýsingu og já, ég bara þakka fyrir okkur í kvöld og sjáumst von bráðar.